Velkomin að Rauða borðinu. Í kvöld ætlum við að ræða verðbólguna eða dýrtíðina eins og hétt í gamla daga. Vextir voru hækkaður heilt prósent, eða prósentustig eða hvernig sem að menn orða það í dag. Og stýrivextir í Seðlabankanum eru komnir yfir 3% á Íslandi. Þetta hefur ýmsar afleiðingar fyrir samfélagið og það má líka velta fyrir sér hvort að þetta hafi tilgangurinn náist að það sé hægt að kveða niður verðbólguna með vaxtahækkun á Íslandi. Til þess að ræða þetta eru komin hingað hagfræðingar úr verkalýðshreyfingunni. Það er Róbert Farnsveit, hann er hagfræðingur ASÍ, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, hún er hagfræðingur BSRB og Vilhjálmur Hilmarsson er hagfræðingur BHM og svo er hérna líka Sigurður Jóhannesson, hann er forstöðumaður Hagfræðistofnunar og mun hafa verið hagfræðingur BSRB fyrir löngu síðan. Herðu, en ég ætla nú að spyrja reyna átta með á þessu og ef ég má byrja á því að spyrja bara þig, Sigurður, hvaðan kemur þessi verðbólga sem að við erum að kljást við? Já, hún kemur nú, sýnist mér, úr bara öllum mögulegum áttum, en hafa miðuð við að, það var náttúrulega þessi pest sem var út allan heim og hélt aftur af öllum en voru reyna að setja, ég veit ekki hvað, bensín á vélina eða hvað það nú var. En svo hefur hún líklega bara, menn hafa misreiknað kannski svolítið hvað vélin var svo fljót að taka við sér þegar og hvað þegar hún fór svo í gang og þá var kannski bara mikil, ég veit ekki hvað segja, mikil brennsluefni fyrir hendi. Þannig að út allan heim þá hefur verðbólga aukist og hún er ekki öll innflutt, þessi verðbólga hún er líka okkur að kenna, en við má kannski segja okkur til eða okkar stjórnendum til afsökunar að það hafa fleiri misreiknað sig. Já, er það þá rétt skilja hjá mér að það kemur faraldur og það þarf að bregðast við út af áhrifum hans á samfélagið og það er pumpað út alls konar aðgerðum. Svo þegar faraldur fer niður, hagkerfið fer í gang aftur og þá kemur í ljós að það er eiginlega of svona mikið, helium í blöðrunni. Er það? Já, það er þannig skil ég það og það er bæði halli á ríkissjóði mikil eða hinu opinbera var 10% af tekjum í fyrra og nú eitthvað minnkandi en er samt ríkið er ennþá að dæla meira út í hagkerfið heldur en það tekur inn í sköttum og þrátt fyrir þessa nýju vaxtahækkun þá erum við ennþá langt undir verðbólgunni. Við erum 4% undir 3-4% undir verðbólgunni. Það er ennþá neikvæðir raunvextir sem seðlabankavextirnir eru ennþá að þannig séð að ýta undir þenslu með peningapólitíkinni þó vextir hafa hækkað. Það er staðan út allan heim, það eru víða svipuð verðbólga hér og stýrivextir enn lægri. Sigríður Ingibjörg, má ég spyrja þig, myndir þú skýra verðbólguna, hvaðan verðbólga kemur með sama hætti og Sigurður? Já, eða ég er ekkert ósammála, ég myndi samt bæta við, myndi segja það var þetta settir hér upp þessar fjármunir út í hagkerfið, en verðbólgan hér hefur náttúrulega fyrst og fremst verið drifin áfram af hækkun á húsnæði. Og það sem að gerist þegar eru lækkaðir vextir svona mikið eins og gert var, þá verður fjármagn ódýrt og auðveldara að fjárfesta í húsnæði eða endur fjármagna sig og hafa þó meira fé umleikis og það jókst, það var margir að koma nýjir inn á markaðinn og það er náttúrulega fólk sem maður hefur áhyggjur af í dag og svo voru líka svona breytast eftirspurnina því að fólk var mikið heima hjá sér, fór að hugsa ég vil nú kannski færi stærra húsnæði eða öðruvísu húsnæði þannig að það var gríðarlega eftirspurn eftir húsnæði. Húsnæði hefur rokið upp í verði enda náttúrulega er það yfirleitt aðgangurinn eða verðið á fjármagni sem til skamms tíma hefur áhrif á húsnæðisverð þannig að það er mjög mikilvægur þáttur og svo er það náttúrulega
svo eitthvað svona önnur verðbólga innanlands og svo vorum við náttúrulega áður en að stríðið brýst út, þá allar sko framleiðslukeðjur og svona virðiskeðjur, framleiðslan, það verið að loka verksmiðjum hér og þar, þannig að það ekki hægt að framleiða vörur, tekur lengri tíma, þannig að það verður frambóðið minna en eftirspurnin og svo voru líka allskis vandræði með gámaskip, það voru flutningsleiðir, það var mikið öngþveiti sem eiginlega ekki alveg búið að greiða úr ennþá. Þannig að það var þetta ástand og síðan bætist við Úkraínustríðið með auðvitað áhrifum bæði á orkuverð og matvælaverð og svona hefur áhrif á væntingar líka. Þannig að, og svo var náttúrulega aukast kaupmáttur mikið hér á landi, þannig að það var mikil geta til einkaneyslu. Þannig að ég held að þetta séu svona samverka til þetta en húsnæðisliðurinn gríðarlega mikilvægur í þessu. Og það sér maður að það sem drífur verðbólguna núna húsnæðisliðurinn, það eru matvæli og þá sérstaklega innlend matvæli og svo farþegaflutningar í flugi. Það náttúrulega bensínverð og eða sem sagt olíuverð. Hækkun á orku. Þannig að einhver leyti þetta það nóg af peningum, fólk vil kaupa alls konar, en það bara oflítið framboð á alls konar dóti, hvort sem það húsnæði eða hvað þetta sem í þessum gámum sem eru strand hér og þar. Það, ef ég að reyna að þýða þetta yfir á svona barnamálísku, það, og ég meina, og eitthvað svona verðbólga í sögunni sem eitthvað sambærileg þessu, sem að vandamálið að bara verðið hækkar vegna þess að það eru allt of margir sem vilja kaupa allt of lítið, allt of fáar vörur. Það nú svona, það var nú í upphafi verið að líka þessu við seinna stríð, þegar var verið að dæla þú veist, þegar ástandinu þarna í kringum það tímabil, en þetta líka eins og olíukreppan á 8. áratugnum og svona, þá var það svona kannski hafði verið rétt áður en hún skellur á, þá hafði verið svona þenslukveitjandi aðgerðir út af efnahagssamdrætti og svo kom olíukreppan. En ég ætla ekki að þykjast vera sérfræðingur í verðbólgusögu. Ég viss einhverja félögum mínum betri í því. Viljum, við erum að reyna átt okkur, hvaðan kemur verðbólgan? Eitthvað sem að þarf að fylla upp í þessa mynd sem kemur frá Sigurði og Sigurði? Nei, ég get svo sem bara tekið undir þetta það sem ég segja. Eins og kollegi mig hjá BSIB segir, ég ekki sérfræðingur í þessari sögu, en ég held sko að COVID-tíminn fordæmalaus. Seðlabankar heimsins og ríkisstjórnir þurftu að örva hagkerfið til muna og í rauninni hafa hagkerfið í einhvers konar öndunarvél með blöndu stýrivaxtalækkana og aukningu peningamagns. Og svo gerist það á mjög stuttum tíma, eftirspurnin í heimshagkerfinu tekur mjög fljótt við sér og þannig að eftirspurnin kannski að taka mjög fljóta við sér heldur en við höfum einhvern tímann séð í sögunni. Og á móti ertu að fá truflun í áfangakeðjum og framboðstruflanir sem að hækka framleiðslukostnaðinn óháð eftirspurninni. Þannig að þetta leggst á eitt. Og svo akkurat daginn sem að COVID búið á Íslandi þá hefst stríð í Evrópu og hveiti til dæmis bara á stríðstíma verðhækkunin hefur verið 80% og þetta rétt að byrja. Þannig að ég held að sem margt sem leggst á eitt og eins og Sigríður Ingiberg kom líka inn á, þá þegar við förum inn í þessa kreppu þá eru heimilin með mikinn kaupmátt. Eftir þessa hagsveiflu sem við sáum núna, ferðamannahagsveifluna, þá standa heimilin sögulega vel. Þannig að þau hafa mikla getu til þess að velta hagkerfinu yfir að það sé ofhitna eins og það að gera núna. Við erum að sjá okkur svo ofhitnin í hagkerfinu sem líka hefur áhrif á þessu verðbólgu. En hefur þá einhver misreiknað sig ef það þannig að það voru aðgerðir til þess að mæta COVID-samdrættinum en það var gert með þeim hætti að þegar að COVID hættir að þá bara lyftist allt of mikið, voru aðgerðirnar of almennar,
var verið að ýta undir kaupgetu fólks sem kannski þurfti ekki að ýta undir og þá getur maður sagt svona hefði mátt vera sértækar aðgerðir til þess að mæta vandanum sjálfum og mikið almennum aðgerðum eins og vaxtalækkunin var sömuleyti sem man bara hækkaði í húsnæðisverð. Þetta að horfa tilbaka og segja að við hefðum átt? Ég held að við erum að horfa tilbaka á tímabil og hugsa einmitt við hefðum átt að gera ýmislegt. Bæði sértækar aðgerðir gagnvart heimilunum og gagnvart fyrirtækjunum. Nú hefur verkalýðshreyfingin verið að kalla eftir því að það verið endurskoða hvernig fjármunum til fyrirtækja var sem sagt veitt. Ég held að þurfi bara að svara ýmsu eftir á hyggju en þegar svona kreppu eða krísuástandi eins og COVID kemur yfir á stuttum tíma, það var ekki mikil tími til að hugsa og við gerðum svona svipað og flest lönd heimsins og mestu leyti gekk það vel. En nú þurfum við að taka við þessu sko. Herðu, Róbert, það sem sagt verðbólgan komin og hún á sér rætur sem í ástandi sem erfitt að eiga við. Þetta eins og svona náttúruhamfarir sem að koma yfir okkur. Nú það oft þannig að þegar maður stendur fram með einhverju vandamála, nú verður að gera eitthvað og hækka vexti eitthvað og þá skulum bara hækka vexti. Það ekki þar með sagt endilega það að hækka vexti á Íslandi slá á verðbólguna eða hafi tilætluð áhrif. Það svo víst að það sem verið að lýsa hér sem ræturnar af verðbólgu, að það muni eitthvað innflutt og að vaxta hækkunin hér muni endilega draga úr eftirspurn þar sem að best að gera það. Mér langar aðeins taka boltan bara í framhaldi. Þau nefna einhverju leyti var geta innlenda hagkerfisins til þess að takast á við krísuna mun betri heldur en við áttum von á. Það er að segja að heimilin hafa haft ýmsa kaupgetu en það má heldur ekki glemma því að margar atvinnugreinar hafa komið mjög vel út úr heimsfaraldrinum. Þannig að það er auðvitað líka það. Það er auðvitað létt að vera vitur eftir á þegar við horfum á hvernig hagkerfið hefur þróast. En hvað var það til dæmis húsnæðismarkaðinn? Þá eru margir sem höfðu efasemdir hvert hann væri að stefna. Og þá þarf líka veltaði til dæmis hefði átt að grípa fastar í þjóðhagsvarúðartækin til þess að þurfa ekki að fara jafn skart í vaxtahækkanir síðan meir. Sem eru hver? Hvaða úrræður eru það? Seðlabankinn tók þau inn að hluta, það var að gera takmarkanir þannig að greiðslubyrði geti ekki farið umfram 35% og að veðsetningarhlutfall geti ekki farið meira en 80%. Það var mjög seint, það ekki? Þá var eiginlega búið að geysa bóla á húsnæðismarkaði í svona 1,5 ár þegar þessar aðgerðir komið, ekki? Þessar aðgerðir sjálfur sér voru ekkert strangari heldur en greiðslumöt bankana. Þannig að þau höfðu ekki, og það var fyrir sig að þau myndi ekki á stífa áhrif. Þannig að kannski hefðu þetta grípa fyrir inn í með þessum aðgerðum þegar ljóst var í hvað stemdi. Hins vegar erum við í öðru ástandi í dag. Hækkanirnar á húsnæðismarkaði eru þetta ekki sjálfbærar og ganga ekki til lengdar. En núna erum við með þessa hráefniskrísu. Ýmis verð sem við erum að sjá og verðhækkanir sem eru komin í hagkerfið núna skýrast af þróun sem var í gangi í fyrra og eftir að heimsfaraldurinn byrjaði. Við erum að tala um aðfangakeðjurnar, flutningskostnaður, við erum að tala um gasverðið og áhrif á orku í Evrópu í fyrra sem kemur inn í áburðarverðið. Áburðarverðið meira en tvöfaldaðist á skömmum tíma eftir heimsfaraldurinn. Eftir að stríðið braust í Úkraínu þá hefur það hækkað 30%. Samáðið orkuverð hækkaði verulega í faraldrinum og hefur hækkað viðbóta 1/3 eftir stríðið braust út. Það tekur tíma að vinda ofan að þessu og það tekur tíma fyrir hráefnisverð að koma inn í neysluverð. Það gerist yfir svolítinn tíma og svo erum við líka að sjá það eins og í Evrópu, þá eru bændur að sá minna, það verða framboðsáhrif á matvöruverð eftir uppskeru næsta haust sem vara inn á næsta ár. Þannig að þessar hráefnisverðshækkanir eru til viðbóta við ástandi sem var áður. Þannig að þetta eru flóknar aðstæður. Má ég spyrja þig, Sigurður, að því hvort að hvað af þessu sem að þið eru að lýsa getur vaxtahækkun læknað? Það lækkar ekki innflutta verðbólgu?
Nei, hún getur það ekki og ekki heldur hygg í aðfangakeðjum og hún náttúrulega vaxta, sko, það sem vaxtahækkunin getur gert hún getur náttúrulega haft áhrif á gengi krónunnar og þannig dempað innflutningshækkanir, en hún það sem ég myndi hafa mestar áhyggjur af núna heima nú bara ástand á vinnumarkaðnum sem á söðu punkti og kannski ekki slæmt í huga verkalýðshreyfingarinnar, en þar svona brennsluefni fyrir verðbólgu. Hvað meinar á söðupunktum? Það er tiltölulega lítið atvinnuleysi í sögulegu ljósi. Það er eðlilegt að verð fyrir vinnu hækki þá, framboð eftirspurn. Já, akkurat. Og það það kom nú fram hjá honum Þórarni í morgun hjá Seðlabankanum að núna verið 45% fyrirtækja sem segðust þurfa að bæta við sig fólki og þetta væri hæsta hlutfall sem hefði mælst síðan 2007 og þá vantar það ennþá hærra heldur en það var 2016-17 þegar það var mest læti á vinnumarkaðnum út af ferðamannabólunni og þannig að það held ég svona frekar að því að nú eru seðlabankastjórnendur og fleiri að tala að nú fyrir verkalýðshreyfingin að sýna ábyrgð og hún á náttúrulega alltaf að gera það, en það erfitt að biðja hana að stilla kauphækkunum í hóf þegar það virðist vera hægt að því að núna eru kjarasamningar að losna hún í haust, að það verður erfitt að biðja menn að biðja litla hækkun lágmarkslauna þegar það virðist vera hægt að hækka lægstu laun töluvert án þess að stofna atvinnu mikið í hættu. Þannig sé virðist vera bara ágætis færi fyrir kaupkröfur og svoleiðis. Og við vitum það til lengdar lætur þegar allir hugsa þannig þá viðheldur það verðbólgunni, en það væri samt í mínum huga ef ég væri verkalýðsforingi núna þá ég myndi hafa áhyggjur af atvinnuástandinu, ég hef náttúrulega áhyggjur af verðbólgunni, en fyrst og fremst hef ég áhyggjur af því hvernig mínu fólki reiðir af ef ég bið hækkun lægstu launa, ef ég segi að ég sé verkamannaforingi, þá myndi ég tiltölulega óhræddur gera það núna. En ef þannig að þessi lítið atvinnuleysi og mikil umfram eftirspurn eftir vinnuafli, að þá munu laun hækka Það sem verið að semja eru svona viðmunarlaun einhvers annars staðar. Þannig að það sem að seðlabankastjóri og fleiri að biðja að skráð laun séu hafi lág, en svo heldur hitt bara áfram. Eða hugmyndin sú að hækka vexti svo mikið að eftirspurn fyrirtækjana eftir vinnuafli slökkni. Þannig að bara fyrirtækin hætti allri fjárfestingu. Það planið? Já, það ráðið líklega, Ég meina það þarf að hækka vexti miklu meira heldur en gert hefur verið ef það á að berja verðbólguna niður þannig, og það í sjálfu sér lækningin að draga úr eftirspurn. Það sem stjórnvöld geta gert, þau geta hækkað vextina, þau geta hækkað skatta eða þá dregið úr opinberum útgjöldum. Þannig dregið úr þessu, reynda að draga brennsluefnið fyrir verðbólguna út. Það það sem þau geta gert. Ég leyfi mér eiginlega að fullyrða það eins og að einhvern ákallum til fyrirtækja og launþega að sýna hóf, það verður ekki hlustað á það ber ekki árangur. Nei, en það kannski ekki þetta ætlast til þess að verkalýðshreyfingin sýni hóf í launakröfum meðan að það hagkerfið á
fullu flugi áfram til þess að vera ekki með ofháar kröfur sem að gætu leitt til þess að spóla myndi springa einhver tíman í framtíðinni. Það er svona, það hljómar ekki. Ég veit ekki alveg, sko, það kom nú fram í spjalli þarna áðan að ég vann endur fyrir löngu með hjá verkalýðshreyfingunni. Ég man eftir því hvernig mér fannst verkalýðsleiðtogarnir hugsa. Þeir hugsa hag umbjóðenda sinna og þeir hafa áhyggjur af verðbólgu vissulega en þeir hafa líka áhyggjur af atvinnuleysi og já, ég held að það væri ekki sérstaklega skynsamleg hegðun hjá verkalýðsleiðtoga að vera sérstaklega hófsamur í kröfu núna, bara eins og ástandið er. Já, Sigurður Ingi Björg, þetta þraut fyrir ykkur, hagfræðingana í verkalýðshreyfingunni. Annars vegar hætta á því að kaupmáttur launa brenni upp í verðbólgunni og hins vegar hætta á því að aukin verðbólga og eitthvað svona bóla muni springa og það muni leiða til atvinnuleysis. Hvað ráðleggur þú þínum formanni að horfa á? Ég vil kannski byrja á því að segja, þú veist, þegar verkalýðshreyfingin fer í kjaraviðræður, varðandi launaliðinn, þá náttúrulega verið að hugsa í fyrsta lagi að verja kaupmáttinn. Svo hefur verið mikil áhersla á að hækka lægstu laun og svo það að tryggja launafólki réttmæta hlutdeild í verðmætasköpuninni. Og sko, við erum með þetta alvarlega ástand núna og þetta alvarlegt ástand. Það bara svo, maður búin að gleyma verðbólgutímanum dálítið. Við bjuggum svo ágætt ástand núna frá því eftir hrun. Það hefur bara verið svona mjög þægileg verðbólga en það vill enginn búa við viðvarandi verðbólgu. Það vill enginn búa við viðvarandi verðbólgu ástand. Og sko, ég ætla bara svona smá gríns að þegar ég var að byrja að fylgjast með svona fréttum og svona þegar ég var kannski 10 ára aldur eftir 1980 þá hélt ég að pólitík fjallaði bara vísitölur. Því að stjórnmálaleiðtogar töluðu ekki neitt nema vísitölu neysluverðs og svo launavísitölu og hvað vísitölurnar hinnar hétu þá. En sko í ástandinu núna, það sem náttúrulega sko, svo mikilvægt það verða allir að taka ábyrgð og þá verður það að fara yfir sko, það Seðlabanki, það ríkissjóður, það fyrirtækin og það launafólk. Og sko, ég held að ég myndi hvetja formann BSRB til þess að biðja viðsemjendur okkar eru hið opinbera. Nú þarf fólk að fara að leggja spilin á borðið. Hvað hægt að leggja í púkkið? Hvað getur hver og einn gert til þess að við í sameiningu getum komið okkur út úr þessu ástandi? En ég meina, í BSRB mikið af til dæmis láglaunakonum hjá sveitarfélögunum, láglaunakonum hjá ríkinu og svo náttúrulega fjöldin allur að köllum, en ég meina 75% okkar fólks eru konur og margar þeirra í láglaunastörfum. Þannig að ég mun ekki, sko, mér finnst ekki að þær eigi að ganga fram fyrir skjöldu og taka ábyrgð í þessu. Það Seðlabankinn að beita sínum tækjum, hann þarf líka að fara yfir eins og fara betur yfir varúðartækin, sjá hvernig þetta og eins og Sigurður benti á, það eru ennþá neikvæðir umvextir, þannig að það verða frekari vaxtahækkanir. Ríkissjóður þarf að fara yfir það hvernig hann hefur vanrækt tilfærslukerfin sem eru með svona lélugum eða þú veist, þegar þú ert ekki að tryggja að tilfærslukerfin þín séu sannarlega að flytja fjármuni þangað sem þeir eiga að fara, þá getur ekki búist við því öðru en að fólk verji sig þá með sko þeim mun hærri launakröfum. Og ríkissjóður hefur heldur ekki verið að sko, það hefur verið svona eitthvað skonar mantra hjá þessari ríkisstjórn að lækka skatta.
það gott að lækka tekjuskatt og sérstaklega á lægri tekjuhópa eins og gert það eftir síðustu kjarasamninga, en það líka sjálfsagt að sækja skatta þangað sem þá að sækja og nýta þá skattheimtu til þess að draga úr. Það hefur líka dempandi áhrif og þá getur þú fjármagna tekjutilfærslukerfin og þá eru peningar að fara þangað þar sem að verðlagshækkanir bíta hvað harðast og það á lágtekjufólki og svona lægri tekjuhópunum. Þannig ég myndi hvetjana til þess að sækja hart á meðan að enginn sýnir og spila það sé í raun og veru vilji til þess að taka ábyrgð og ábyrgðakeðjan á að vera þannig að sá sterkasti á að taka mestu ábyrgðina. En vaxtahækkanirnar núna bitna helst á þeim sem hafa minnst umleikis. Það eru þeir sem eru nýlega búnir að kaupa húsnæði og skulda mikið á breytilegu vöxtum og þetta skerðir hraðast þeirra kaupmátt. Það bara þannig. Það verulegt áhyggjuefni. Og svo og svo að þeim mun lægri tekjur sem að fólki með þeim mun þyngri verður byrðin af hækkun á matvöru og nauðsynjavöru. Það sem að hlutfallslega hærra, það meiri hærra hlutfall af þínum ráðstöfunartekjum að fara í þessar nauðsynjavörur. Vilhelm, þetta mikil Sigríður áhersla á þetta er mikið vandamál. Erum við á þeim stað og allir þurfa að koma að borðinu, segir Sigurður, erum við á þeim stað að við höfum að vera að hugsa eitthvað svona eins og þjóðarsáttasamningana? Það sem að voru samningar sem að voru átt að snúast það að ná einhverjum hömlum á efnahagsstjórnina? Ég held ég geti svarað þessari spurningu fyrst bara í lok ársins eða þegar við sjáum aðeins hvernig áhrif Úkraínustríðsins og annað munu hafa á hagþróunina. En mér langar aðeins að tala aðeins ábyrgðina og það sem Sigurður kom inn á varðandi launahækkanir og almennt seðlabankastjóri og aðrir. Auðvitað munu launahækkanir umfram ákveðið stig hafa verðbólguhvetjandi áhrif sem að kemur niður á öllum. En það gleymist alltaf í þessari umræðu að fyrirtækin bera líka ábyrgð á verðlagi með þeirri álagningu sem við skammta sér og með þeirri ávöxtunarkröfu sem við geta líka skammta sér í krafti fákeppni og annað. Það væri mjög frískandi ef hagstjórnaraðilar myndu koma og segja við fyrirtækin, þið berið líka ábyrgð, ekki hækka verð. Það ekki alltaf hægt að segja við launþegana, þið getið ekki farið fram á því skammtið ykkur stærri hlut. Og hvað varðar launahlutfallið frá 2019 til 2021 á almennamarkaðnum til dæmis það bara fast. Það þýðir að meðaltala launahækkanir hafa ekki reynt sérstaklega mikið á almennamarkaðinn, en það mjög mismunandi eftir greinum. Þannig að við búum það vel inn í næstu kjarasamninga að Hagstofan búin að stórbæta alla hagtölusöfnun og við munum sjá miklu betur hver staðan og hvað var það verðbólguna að ég kannski svara svo að lokum þetta með þjóðarsáttinn aftur, hvað var það verðbólguna, þá hún ekkert annað en skattur. Skattur á lífsgæði og hann fellur mismunandi á tekjudreifinguna. Þeir sem eru fátækari geta ekki varið sér fyrir henni og þeir, eins og Sigríður kom inn á, þeir eru með stærri hlutdeild af tekjum sem eytt í nauðsynjavörur. Þannig að lífsgæði þeir eru skert meira af verðbólgunni. Það þarf að verja þennan hóp. Og hvernig við gerum það á tíma þar sem að hagkerfið of þannig mjög vandasamt. Ég held, ef ég ætti kannski bara varðandi spurningu í byrjun, við þurfum að stefna einhvers konar þjóðarsátt, varðveita kaupmátt og velja í rauninni hvaða hópar við erum að fókusera á og þá skiptir öllu við náum að hemja höfrungarhlaupið. En svo getur bara vel verið að innistæðan verði þó nokkur og hún þó nokkur í mörgum atvinnugreinum. Og það gerir það ólíklegra, við erum svona með tvenns konar ástand, það hættan sem við erum frammi fyrir og svo hins vegar ástandi sem þannig að það hafa margir hópar mikið raunverulega að sækja í launahækkunum, bara út af ástandinu, líka út af bara skiptingu á milli launafólks og þeirra sem eiga fyrirtækin.
Þannig að þetta tógast á. Þannig að kannski erum við að fara inn í svona, það mun bara láta á það reyna, þeir fá það sem að geta sótt það fram og svo kemur í ljós hvert vandamáli verður einhvern tímann á næsta ári eða þar næsta og þá kannski komin tími til þess að setja stað í þjóðarsátt. Er það ekki svona líklegra að þetta verði átaka ár, allir sæki fram með sínum kröfum, en það engin svona, maður sér ekki eins og sko að ríkisstjórnin sé í ástandi til að geta leitt einhvers konar, eða hafi áhuga á því að leiða eitthvað sem að leggja mikið til þess að verði annars konar samningar. Nei, ég held líka að næstu samningar muni snúast margt annað heldur laun. Það þarf að verja basic lífsgæði eins og húsnæðisöryggi og þá það þeir sem standa utan húsnæðismarkaðar sem eru að horfa á sögulega lágan kaupmátt gagnvart húsnæði, sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu og þeir eru að fara að taka vaxtahækkanir ef þeir annað borð komast inn. Við þurfum að tilfæra til þessa fólks og hvernig við gerum það eru skattamálin, það ýmislegt annað en laun sem verkalýðshreyfingin á að vera að tala því við erum ekkert annað en hagsmunasamtök fyrir launþega eins og SAF fyrir fyrirtækin. Já, og launþegar hafa margs konar hagsmuni aðra heldur en bara launin, þótt að þau séu náttúrulega stórt atriði. Hvað segir þú, Róbert, svona þegar að horfa á samningana og svona átökin? Það sem ég að velta fyrir mér sko hvort að ástandi sé orðið nógu skýrt til þess að sé hægt að ætlast til þess að allir setjist saman við að leysa vandamáli eins og við séum öll í sama báti. Heldur að ég bara eftir að koma svo margt fram, hver svona, eins og hefur komið fram hérna dýrtíðina, hvað það sem að til dæmis búðirnar eru að taka á sig, það ekki að sjá í uppgjöru þeirra, það allir að taka út sinn hagnað og það svo margt eftir að koma fram. Til þess að sé hægt að hlusta á það sem Ásgeir Jónsson er að segja að launþegahreyfingin eða verkalýðshreyfingin eigi að gæta hófs. Já, svo sem góði punktar. Vilhjálmur kom svo sem inn á launahlutfallið og það alveg rétt að hafa það í huga að samkeppnishæfni hagkerfisins nokkuð góð. Lífskjarasamningurinn það sem stefnt á með honum hefur gengið upp. Launahlutfallið á almenna markaðnum hefur bara verið stöðugt yfir tíma. Við höfum séð það eins og þið nefnið að náðan varðandi laun og þenslu að það svona trendi sem við sjáum á vinnumarkaði að ef í svona litlu hagkerfi eins og við erum í, ef þenslan mikil, þá fara launahækkanir fram í launaskriði. Og þetta var trendið á árunum fyrir fjármálahrunið, þegar reynt var að dempa þetta með hóflegum launahækkunum, en þetta kemur fram á markaði og það oft þá bara ójafnari launahækkanir, þeir sem eru í krafti og stöðu til að sækja launahækkanir, sækja þeir umfram hina. Við getum eiginlega ekki rætt verðhækkun á þess að tala eins fákeppni og sem líka ákveða áhyggjuefni að við erum með fákeppni víða sem hefur það áhrif að það auðvelt að velta verðhækkunum beint út í verðlag í staðinn fyrir það að finna aðra leiðir til þess að mæta þeim. Þetta á mörgum innlendum mörkuðum og ég og kollega mínir skrifum grein og fjöllum samkeppnismál fyrir ári síðan og þetta alveg að relevant núna. Þar sem fákeppni, þar sjáum við verðhækkanum að fara hraðar. Við skoðum eins og til dæmis í þjónustuliðin, ef við fyrir að greina hann, þá sjáum við þessi trend skýrt, nokkuð mikla hækkanir á tryggingaþjónustu, fjármálaþjónustu, minna það sem pjúrlega í launadrifi eins og í hárgreiðslu, snyrtingu og slíku, vegstæði og annað. Þannig að samkeppni skiptir máli í það að tryggja það að samkeppnismekanismin lágmarki þá að kostnaðar og hækkanir fari út í verðlagið beint. Varðandi kjarasamningana. Má ég spyrja þig, Róbert, hvernig ætlar að laga samkeppni á Íslandi? Það allir geirar hér eru lokaðir inn í 2-3 fyrirtækjum. Nú eiginlega húsnæðismarkaður, það bara einhverjir 4-5 verktakar sem að drottna yfir byggingu húsnæðis. Þannig að tryggingafélögin, olíufélögin, matvörukeðjurnar eru 2,5 kannski. Hvernig ætlar að laga þetta? Já, við þurfum alltaf að rýna það í þaula hvernig þetta að bæta úr þessu. Ástandið eins og í dag allan í þessum greinum hefur í mörgum af þessum stóru fyrirtækjum lækkaði launahlutfallið í gegnum heimsfaraldurinn. Þannig að þessar
krónutöluhækkanir sem við sömdum settu engar sérstaklega þrýsting á allan mikið af skráðum félögum. Við vitum miklu minna stöðu lítilla fyrirtækja, satt best að segja, en staða stóra fyrirtækja mjög víða sterk. Varðandi kjarasamningana þá hefur mér þótt ljóst að það þarf aðkomu stjórnvalda, eins og þetta sem þau nefna, það þarf samstillt átak til þess að ná kjarabótum. Verkalýðshreyfingin hefur verið mjög skýr sín áhersluatriði. Það þarf að tryggja tilfærslukerfin, þau styðja þá sem í verstri stöðu. Það þarf úrbætur á húsnæðismarkaðnum, eins og sem rætta hér áður. Þetta þarf ekki að auka eftirspurn í hagkerfinu því að við höfum skattkerfið og það eitt af því sem kortlagt í peningamálum sem voru gefin út í dag að það verulegur viðskiptakjarabati. Það eru atvinnugreinar sem eru að hagnast ástandinu. Sjávarútvegurinn að koma vel út í gegnum hækkun á sjávarafurðum, sama á við áliðnaðinn og fleira. Þannig að það ekki þannig að það séu allir að verða, heldur þetta ákveðin tilfærsla sem þarna á sér stað. Lausnir það hafa verið nefndar, það hefur ekki verið mikil umræða það, það hefur verið nefndar að til dæmis að, ég má byrja á þér Sigurður, það hefur verið nefnt að lækka bensíngjaldið, þannig að draga úr hækkun á bensíninu með því að ríkið taki til sín minna, kannski sömu krónutölun, ekki hlutfallslega það sama. Einhvern tíma var nefnt vaskur á matvæli. Eru þetta góður ráð? Nei, ég held að þau dugi nú eiginlega bara til skamms tíma. Menn á stundum komið með svona einhver svipur ráð í sambandi við kjarasamninga og 86 þá var nú ég held að þeir samningar hafa nú verið kallaði þjóðarsáttasamningar. Þeir gengu út á það að skattar áttu að lækka mikið meðal annars á bílum og þeir samningar þeir áttu þátt í því að þeir ýttu undir þenslunni í þjóðfélaginu og svona voru þeir sko aðgerðirnar sem var farið í, þeir grófu undan forsendum samningana. Ástæða þess að þjóðarsáttin sem líka var kölluð 1990 tókst var, held ég að það voru aðrar aðstæður í þjóðfélaginu, það varð ekki úr draumum manna að það átti að fara í mikla framkvæmdir átti að fara í álver á Keilisnesi og svo einhverja aðstæður í álmörkuðum í heiminum eru til þess að það varð ekki, þannig að það var svona framkvæmda stopp í nokkur ár. Og ég held að það hafi verið mesta skýringin á því að sú þjóðarsáttar tilraun tókst. Bara eftirspurnin í þjóðfélaginu, hún var ekki eins geysilega mikil eins og hafði verið þarna árin á undan og svo fór hún í gang reyndar seinni hlutan á 10. áratugnum og endaði með ósköpum. Það hefur svolítið verið okkar hagsaga undanfarna áratugir, menn eru að reyna og stjórnvöld náttúrulega ekki þess vegna að draga úr því, menn vilja keyra hagkerfið áfram á 150 km hraða en og þess vegna fer allt úr böndum. Ég held að það verði að ráðast í óvinsælar aðgerðir. Það var nú talað ef mér lásum Morgunblaðið vel fyrir 10 árum eða svo, þá var verið að tala 100 skattahækkanir vinstri stjórnarinnar sem var 2009 til 2013. En það var akkurat á þeim tíma sem að við fengum í fyrsta skipti viðskiptaafgang og svona hvað við að segja, það voru svona hvað við að segja, heilbrigð hagstjórn, enda voru við náttúrulega ekki bara við stjórnuðum þess ekki ein, heldur voru við undir hælnum á Alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem hjálpaði okkur mikið á þeim tíma held ég og ég veit ekki, kannski þurfum við eitthvað annað slíkt aftur, ég veit ekki.
Það var nú Sigríður Ingibjörg á þingi og tók þátt í þessum 100 skattahækkunum og þeim aðgerðum sem voru þar. Ég veit sem að við má fara til því, Sigríður, þegar við langar að reyna að skilja þetta. Lausn á því að laga verðbólguna eða ættu við að vera að horfa á það hvernig við ætlum að lifa með henni, hvernig við getum minnkað skaðan af henni og kannski ekki vera að leita að einhverjum svona snjöllum lausnum við að berja hana niður. Það er náttúrulega leið til þess að við lögum okkur að öllu, leið til að draga úr skaðanum við verðbólguna er að verðtryggja allt. Það var það sem við fórum að gera þarna á 8. áratugnum og árunum upp úr 1980. Við verðtryggðum lán náttúrulega fyrst og fremst og náttúrulega launin líka. En skaðinn sem verður af verðbólgunni held ég mikill. Ég svolítið merktur af þessu, ég að alast upp á þessum miklu verðbólgutímum og ég þóttist taka eftir því að ég var í námi í útlöndum að ég hafði miklu minna verðskinn heldur en félaga mínir og ég hafði bara ekki hugmynd það hvað hlutinni kostuðu, ég bara keypti það sem ég þurfti. Og það það sem held ég megin skaðinn af langvarandi verðbólga að fólk áttar sig ekki á því hvað þetta bara verðbólga, þessi hlutur sem ég að kaupa núna, hefur hann virkilega hækkað í verði umfram það sem gengur og gerist og þannig að ég held að við eigum nú að reyna að leggja svolítið á okkur til þess að stoppa verðbólguna og þó það geti kostað skattahækkanir og það nokkuð margar eða vaxtahækkanir nokkuð margar. Sigríður Ingibjörg, þetta sikkur hluturinn að aðgerði til þess að draga úr verðbólgu og svo aðgerði til þess að verja þá sem að verða helst fyrir skaðanum af verðbólgu? Þú ert að færa aðeins mikrofónið svo heyrum betur? Já, svona. Já, takk. Já, sko ég meina að það ekki gott að búa í þegar ástand að það sé mikil verðbólga. Það fer mjög illa með fólk og hagkerfið yfir höfuð en það verður líka að verja þá sem að verða verst fyrir barðina þessu af því að þú talaðir lækkun á sköttum og gjöldum sem að ég eftir 100 skattahækkanir, nú vil ég taka fram að mikið að þessu voru verðlags upp, það var verið að færa upp til verðlags eins og gert í bandormi með fjárlögum, bensíngjald og áfengisgjald og allt þetta sem að hækkar til samræmis við verðlag skattheimtan og viðskiptaráð sem sagt taldi allt þetta sem að gerist hver einustu áramót en við sannarlega hækkuðum skatta því að ríkissjóður var nær því að vera gjaldþrota og við reyndum þá líka láta breiðu bökin taka sína ábyrgð og ég held að við þurfum að það fjölmargt sem að hægt að gera og svo því að eins og þú talar virðisaukaskattslækkun á mat eða lækkun á bensíngjaldi, það eru mjög almennar aðgerðir sem eru ekki líklegar til þess að hafa árangur sem erfiði og talandi fákeppni þá myndi lækkun á virðisaukaskatt á mat núna að öllum líkindum renna miklu meira leiti til kaupmanna, verslananna heldur en til neytendana og þess vegna mikilvægt að vera með einhverjar aðgerðir sem miða því að verja þá sem eru í verstu aðstöðunni. En síðan í staðinn fyrir að lækka virðisaukaskatt á matvælum 10%, að taka þá peninga og láta þá fá sem að standa veikast með barnabótum og húsnæðisbótum og öðru slíku í gennum skattkerfið. Nákvæmlega. Og þú getur jafnvel, ég meina ég ekki með neinar svona sérstaka konkrét tillögur á þessari stundu. Ég meina það líka hægt að vera með eingreiðslur að einhverju tagi fyrir einhverja ákveðna hópa. Það með, tekjutilfærslukerfin eigum við að nota með miklu skilvirkari hætti og þá erum við að tala barnabætur, húsnæðisstuðning og svo það náttúrulega almannatryggingakerfið og atvinnuleysistryggingakerfið. En og svo má vera með einhverjar enn sértækari aðgerðir en það líka
að því að lækkun á virðisaukaskatti, hættan er sú hún myndi lenda bara hjá stórfyrirtækjunum sem að eiga þessar verslanir og svo virðisaukaskattur gríðarlega mikilvægur tekjustofn fyrir ríkissjóð og að veikja hann núna er mjög vond hugmynd. En sko, og eins og ég sagði, sko hverjir eru í bestum færum til þess að taka mesta ábyrgð á þessu ástand og leggja mest af mörkum. Og eins og Vilhjálmur sagði nú hér áðan, það væri hressandi ef að einhver kallaði fyrirtækin og atvinnulífið til ábyrgðar. Ég held að séu stjórnvöld núna sem að líta svo á að þeir sem að þú vilt að taka ábyrgð og leggja til að stjórnvöld trúa því að það megi alls ekki minnka eða leggja á þá skatta. Þess að þetta er fólki sem að mun reisa okkur við af því að stjórnvöldin bara trúa því að hinir auðugustu drífi áfram hagkerfið og þess vegna ef þú ætlar að styrkja hagkerfið þá verður að styrkja henni ríkun. Það er bara, þannig er það búið að vera síðan 1991. Já, og það er mjög sérstök, það er svona, ég verð að segja sko, það er orðið hugmyndafræði sem er sko hætt að vera bara svona, þetta er svo mikil svona virðingal, þetta er svo svona mikil mannfyrirlitning sem að felst í þessu, að einhvern veginn skilji ekki úr hverju samfélagi er gert og hvernig það er uppbyggt. En sko, þetta er hætt að vera eitthvað svona, þú veist, mismunandi hugmynd, þetta er bara hættuleg hugmyndafræði. Þetta grefur undan bara félagslegri samheldni í samfélaginu og þessi hugmyndafræði er þegar búin að skaða okkur mikið sem samfélag og eins og við erum að tala hér, þú veist, hagkerfið var svo sterkt og við komumst í gegnum þetta, heimilin mörg hver standa mjög vel og hefur verið mikið kaupmáttaraukning. En við erum með hópa sem sita eftir eða eru í miklu lakari stöðu og þetta er ekki ásættanlegt. Þetta er svo mikið metnaðarleysi og þetta eru innflytjendur, þetta eru örorkulífeyrisþegar, það er náttúrulega þó að þessi lítið atvinnuleysi, þá er það samt, það er tæplega 5% og það er allverulegt, það er hópur sem er í mjög erfiðri stöðu. Og þannig að þetta, það er ekki, sko, breiðu bökin geta borið miklu meira og þau gerðu það var nú lagðar á auðlegðarskattur eftir hrun, það voru hækkuð veiðigjöld, það var nú svo mikið offást þegar það var gert að það var allum flotanum siglt í land og píft við Reykjavíkurhöfn af því að það átti að fara að greiða eitthvað örlítið hærra gjald af sameiginlegri auðlind þjóðarinnar. Já, í tíma þar sem að sko krónan hafi fallið og útgerði líklega aldrei haft það betur heldur en þeirra var píft í Reykjavíkurhöfn. Þar sem að sko peningarnir bara flæddu inn lúgunar hjá þeim sko. Já, og mér finnst það sko stjórnmálamönnum til vansa sem að eru við stjórn þessa lands að hafa ekki hugrekki til þess að takast á við þessa hagsmuni en tala svo til launafólks og svo við tölum fólki svo öryrkja eins og þetta sé bara ef þú sért aðeins duglegri þá getur þú betur staðið á eigin fótum. Eins og tilfærslukerfin séu eitthvað til að skammast sín fyrir. En ekki sko, við erum, samfélag samanstendur af fjölbreyttum hópi einstaklinga, við sinnum mismunandi störfum, sumir lenda í alvarlegum veikindum eða fæðast með fötlun eða slasast og við erum með samfélag til að taka ábyrgð hvert á öðru. Vilhjálmur, má ég koma eina svona að því að nú verður stjórnmálumræðan og umræðan efnahagsmál mun breytast út af verðbólgunni og það mun reyna á alls konar svona hugmyndir. Sigurður af ykkur fjórum hefur hann verið svona mest að vara við hættu á okkur þenslu. Eina ástæðan sem að drífur áfram verðbólguna er hækkun á húsnæðiskostnaði og hækkun á íbúðaverði.
og það vegna þess að vantar íbúðir og það bæði svona efnahagslegt, það bara vantar íbúðir fyrir þá sem að vilja stækka við sig. Það líka sko tengist lífskjörum þeirra sem eru á leigumarkaði að það leiðir til hækkunar. Þótt að hafi dregið úr hækkun húsaleigu á COVID-tímanum þegar var hér fyrra verkafólk erlendis frá og færri túristar í Airbnb og svoleiðis, að það má reikna með því að sko leiguverði geti gosið upp ef ekki verður eitthvað að gert. Maður myndi í fljótu bragði reikna með því að það væri bara snjallt að byggja til þess að leysa húsnæðiskreppuna. Nú ættum við að fara í því að byggja eins og eitt Breiðholt eða svo til þess að leysa þetta. En svona tónninn frá Sigurði svolítið þannig að við eigum nú að heldur að fara í það að draga úr svona möguleikum að vera einhver yfirsnúningur á hagkerfinu sem að einhverja svona aðgerði getur gert. Munum við lendi í einhverju svona tókstreitu á milli þess að besta leiðin til þess að leysa húsnæðisvandann að byggja, en við ættum kannski ekki að gera of mikið að því vegna þess að það geti leitt til þess að þeir eru ofþensla á vinnumarkaði og ofþensla í hagkerfinu og allt færi á versta veg. Sko, aðeins varðandi húsnæðismarkaðinn, við langar að byrja að segja sko varðandi ójöfnuðin sem myndast í kjölfar COVID. Það ekki aðeins ójöfnuður milli fyrirtækjanna og launþeganna, heldur það ójöfnuður milli kynslóðanna. Það að segja þeir sem eldri eru og standa vel í húsnæðiseign og þeir sem yngri eru og standa utan markaðarins. Þannig að þeir sem sko allar hagtölur sýna þeir sem eru innan markaðarins, þeir standa bara tiltölulega vel ennþá. En svo skulum við sjá með vaxtahækkanirnar. En við þurfum að hjálpa þessu fólki sem standa fyrir utan og það þarf að gerast tiltölulega fljótt. Við getum ekki beðið í 3 ár eftir að framboðið aukist. Við þurfum að fara að tala um eitthvað aðrar lausnir. Og svo varðandi þessa framboðsskýringu, hún aðeins hluti af ástæðunni. Þetta er svona orðið svona, kannski pínu klísja að telja bara framboðið til. En jú, auðvitað mun að vera þensluvaldandi ef við förum og höldum áfram að byggja upp, en það er spurning hvaða framleiðslu við leggjum áherslu á. Þetta eru nauðsynlegir innviðir sem hafa að gera með lífsgæði fólks. Og það getur vel verið að sé hluta lausnin í næstu kjarasamningum séu einhvers konar húsnæðissáttmáli. Þá að sé óhagnaðardrifið, fókusið á leigumarkaðinn og svo framvegis. En ég vil kannski að lokum leiðrétta eitt sem ég sagði áðan. Ég sagði að kaupmáttur væri sögulega lágur á húsnæði. Það er vissulega ekki rétt. Hann er tiltölulega hár, en hann hefur lækkað á höfuðborgarsvæðinu bara cirka 20% í þessari kjarasamningslög. En að því þú nefnir flokkar sko húsnæði sem innviði, að það er líka, við erum í mikilli svona innviðaskuld eftir eiginlega bara líka árin sko fyrir hrun og sérstaklega kannski árin eftir hrun. Og það er svona ákveðin þörf á sko uppbygging, við ættum að vera eiginlega í uppbygginga hugsa það, hvernig við getum sko endurist í alls konar innviði, heilbrigðiskerfið, það er vantar margt og kannski ekki síst húsnæðiskerfið. Er það þannig að við út af verðbólgunni og út af svona hættu á ofþenslu að það verði sagt við okkur að nei, við ættum ekki að gera það heldur ættum við að bíða eftir betra færi. Erum við að fara í stöðnunartímabil? Ég veit að svo sem ekki, það fer náttúrulega eftir því hversu aðkallandi þörfin er. Við horfum á heilbrigðiskerfi sem hefur verið fjárfest til lengri tíma og það getur ekki beðið. Og þá er það bara aftur, við þurfum að horfa aðeins á efnahagsástandi hvernig það er á næstu misserum og velja vel hvernig við semjum og hvaða lífsgæði við ætlum að verja. Heilbrigðiskerfi getur ekki beðið, það hefur verið vanfjármagnað langa tíð og ekki bara vanfjármagnað, heldur þurfum að skoða líka skipulag, skilvirkni og framleiðni. Það hangir allt saman. Og ég veit að þess að leigjendur eru ekki til í að bíða heldur. Róbert, hvað segirðu þetta? Ég vil nákvæmlega aðeins að spyrja ykkur hérna 2 atriði viðbót. Viltu bæta eitthvað við þetta, Róbert? Nei, bara næsta mál. Já, það er eitt sem að ég er að hugsa að því að frá hruni að Gylfi Magnússon var hérna við rauðaborðu daginn og hann var að segja að þessi mikla innspýting fjármagns sem hefði verið eftir hrun og svo aftur í COVID, að þegar menn voru að halda því fram að þetta myndi hugsanlega ekki leiða til verðbólgu, að það væri farið að renna svona
á menn tvær grímur eins og sagt og kannski væri það þannig að þessi rosalega innspýting fjármagns frá seðlabönkum langan tíma mundi kannski leiða til þess að við værum að sigla inn í langvarandi tíma verðbólgu. Hvað segirðu þessu, Róbert? Já, maður svo sem að heyrt þetta rætt. Það kannski þær hækkanir sem eru núna að koma fram, líka alþjóðlega virðast samt fremur vera þessar hráöru drifnar, slíkar verðhækkanir frekar en kannski eftirspurnar drifnar. Þannig að það kannski sá vandi sem við glímum núna, að hann verður frá framboðsliðinni og komið þaðan. En verðbólgan er komin engu að síður. Já, og við vitum svo sem ekki hvað hún verður lengi, vonum þetta sé bara eitthvað skot og hverfi, en það eru margar raddir sem segja að svo verði ekki. En það er ein önnur sem ég er að velta fyrir mér, að því að það verður að hækka stýrivextina upp í 3,75 eða ekki á Íslandi, og verðbólgan á Íslandi er minni heldur en bæði í Þýskalandi og í Bandaríkjunum. Það er nú ekki oft sem maður getur sagt þetta, en það er bara þannig. Samt eru stýrivextirnir á Íslandi miklu herri. Í Bandaríkjunum voru þeir hálft, held ég að sé verið að tala að hækka upp í 1 eða eitthvað, og það er ennþá í 0 í evrunni og það er mínus í Danmörku held ég ennþá. Á hverju þurfa stýrivextir á Íslandi að vera svona miklu herri í sömu verðbólgu heldur en í næsta nágrenni? Já, ég ætla svo sem ekki að svara hvernig Seðlabankinn metur þetta, en einhverja skýringunum draga þeir fram í peningamálum og þeir telja að verðbólgan sé almennari hér. Það er enn í Evrópu nokkuð áhrif af gasi, en það er rétt hjá þeir ef við skoðum samræmdu vísitöluna og berum hana saman við Evrópulöndin, þá erum við í lægri endanum, í meira stöðu velagi heldur en margar Evrópuþjóðir, en þar eru orkuáhrifin mikil, en hér eru húsnæðisáhrifin meiri. Þannig að en hvers vegna Seðlabankinn metur þetta svoleiðis, það get ég ekki sett til um. Nei. Sigurður, kannt þú svara því að af hverju Seðlabankinn á Íslandi sé svona svolítið úr takt við aðra seðlabanka? Já, það er náttúrulega allstaðar, bæði hér og annar staðar sem vextir eru lægri heldur en verðbólgan, og það er nú svolítið síðan, það var náttúrulega bara upp úr hruni sem vextir fóru að lækka út allan heim, og svo kannski spurning hvort að menn eru að komast að því núna, það hafa verið vanhugsað svolítið, menn hafi lækkað vextina án þess að eðli hagkerfisins hafi nokkuð breyst, og menn séu að svo náttúrulega gerast alls konar atburðir eins og COVID og annað og stríð og svona, en þetta hefði kannski komið bara fyrir það síðar að verðbólgan hefði hækkað. Af hverju verðbólgan af hverju vextir þurfa að vera eða hafa verið hærri hér heldur en annars staðar, held ég að hafi nú eitthvað að gera bara með það að hér njóta peningayfirvöld og ekki eins mikil trausts eins og annars. Við höfum hagað okkur svolítið eins og farið ógætilega oft og traust vinnst ekki nema á löngum tíma. Af hverju eru vextir lægri í Sviss heldur en í öðrum löndum? Það er bara því að menn hafa einhvern veginn vanist í að allt sé svona nokkurn veginn í lagi þar, og það er svona lengri saga af svona alls konar óstjórn hér á landi. Ég held að það sé bara við náum hinum ekki nema á löngu tíma. Reyndar hafa vextir lækkað hér, munurinn á vöxtum hér og annars staðar minnkaði þangað til í vetur, og það var hún var vexti voru byrjaðir að lækka hratt hér fyrir áður en farsóttin kom, og það hugsa ég ég held að það hafi verið kannski svona óskhyggja eins og hefur kannski verið svolítið í öllum heiminum, en held að það væri bara hægt að lækka vextina, þeir væri bara of háir og það myndi ekki valda miklum vandræðum, svo bara kemur þetta í hausnum á mönnum aftur. En ég held að þetta En þú segir þetta fyrir traust, og þá myndi maður halda að þetta væri þá okkur svona ákvörðun
þetta væri niðurstaða í einhverju svona mati og trausti. Það ekki, þetta einhverjar 5 manneskjur sem ákveða þetta og það er myndað þeim með tilkynningunni. Þannig að þetta bara þeirra mat að það þurfa að hækka vexti og þú nefndir það þegar vextirnir lækkuðu og voru komið í samræmi við það sem var erlendis og síðan kemur verðbólgan, hún bara sama á erlendis en hér byrjar allt í einu vextirnir að hækka miklu meira en annars staðar. Og það eru bara þessar 5 manneskjur sem ákveða þetta. Þetta er ekki eitthvað sem sótt út í efnahagslífið eða þjóðarsálina traust á efnahagsstjórn. Þetta er bara afstæða þessara 5 manneskjuna. Þetta er bara handstýrt. Þessi umgjörð sem er núna þetta sem 5 fagmenn sem að gera þetta, sem ákveða vextina. Áður voru þetta 3 bankastjórar sem voru, þannig segja, átt að vera fagmenn en voru pólitíkusar og þessi umgjörð var sett upp til þess að skapa meira traust á hagstjórninni og ég efast ekki góðan vilja þessara peningastefnu stjórnar fólks en kannski það þurfi bara hærri vexti hér af því að það er almennt, ekki bara hjá þessum 5-menningum, heldur að almennt vantraust á svona getu stjórnvalda til þess að ráða við hagstjórnina hér á landi. Já. Má ég enda bara stutt hjá ykkur hinnum, er það þannig að við hefum bara sett okkur við það að við séum hærri vexti heldur en aðrir? Engi vill svara því. Sigríður Ingibjörg. Hún heyrir ekki í mér eða? Heyrir í mér núna? Já, núna, já. Já. Það eru þetta óásættanlegt og við finnum það alveg þegar vextir hafa verið lægri núna en oft áður í sögunni að það munar gríðarlega í lífsgæðum og ég minna að það er náttúrulega margt sem kemur til, ég minna við erum með lítinn gjaldmiðil, við erum í miklum utanríkisviðskiptum, þannig að gengi krónunar þegar það sveiflast þá hefur það náttúrulega áhrif á verðlag svona í eðlilegu árferði, við erum náttúrulega núna í svona... En Sigríður, gengið krónuna sveiflast ekkert meira en bara gengi annara, ég held að sé meiri sveifla á evrunni eitthvað dollar heldur en krónunni, Þannig að það er ekkert þetta benda á neitt, af því að verðbólga er hér bara svipuð annars staðar, sveiflur og krónin er bara svipuð annars staðar, þannig að af hverju eru þá vextir hér hærri? Nú spyr ég bara eins og barn. Já, það hefur náttúrulega sögulega séð, þá hefur krónan sveiflast mun meira heldur en evra eða dollar. Já, en það maður þarf að fara svolítið langt aftur, maður þarf að fara aftur fyrir næstu því bara aftur í hrun til þess að finna þann tíma, Vilhjálmur eða Róbert, viljið þið svara mér? Já, hverju þurfa vextir að vera hærri hér heldur en í annars þar? Við erum alltaf lítið hagkerfi að díla við stóra sveiflur og ofta lítið til að hreyfa við öllu, menn það er oft minnst á laun en við þekkjum það í ákveðnum geirum þá menn eins og í upplýsingatækni geiranum þá þarf ekki annað en eitt fyrirtæki að fá einhver nýsköpunarstyrk og þá er hann búin að þurrka upp mikið af forriturum með fleira og með tilheyrandi launaskriði sem dæmi. Það sama það verður ekkert auðvelt að bremsa niður á hagkerfið ef ferðaþjónustan er að gíra sig upp aftur. Vinnuaflsfrek grein og fyrir séð að við fáum verulegan fjölda að aðfluttu launafólki hingað í hagkerfið á næstu árum með tilheyrandi þenslu á húsnæðismarkaði. Þannig að einhverju leyti þá eru erfitt að díla við allt með vaxtatækinu. Þannig að kannski þarf stjórnvöld líka að horfa til fleiri þátta. Já. Vilhjálmur, getur það verið að vextir hækka meira hér vegna þess að það er Seðlabankinn einn sem er að glíma við þetta, að stjórnvöld er ekkert að gera neitt? Ég held að stjórnvöld þurfa að spyrja sig erfiðar spurninga á næstunum hvernig beita skattkjörun og annað til þess að hafa áhrif á hagþróunina. En varðandi af hverju vextir eru hærri hérna, þá bara eins og Róbert og Sigríður kom inn á, við erum sveiflukennt hagkerfi. Við höfum sveiflast, minnir mig, bara þessar öll 3 sinnum meira en Evrópulöndin. Við virðumst þurfa einhvern veginn að strappa okkur fastar með öryggisbeltinu niður og það er alveg áhugavert hvað vextirnir eru eiginlega ekki sérstaklega mikið að bíta ennþá á markaði. Ég svo sem kann ekki alveg skýringar á því en við virðumst því miður
ennþá búa við svona hærri jafnvægisvexti en aðra þjóðir og vonandi verður það ekki til lengri tíma en það hætt við því að við erum með svo lauf í vindi, þetta litla hagkerfi sko. Já. Og svo varandi háa vexti, þá var það nú þannig í árunum fyrir hrun að þá söfnuðu Íslendingar að sér alveg óstjórnlega miklu að fjármagni og þöndu hér út alls konar hluti, meðal annars vegna þess að kannski voru þeir eins og Sigurður var að lýsa, þeir sem ólust upp á verðbólguárunum að þetta var, þess að voru að stýra fyrirtækjunum töldu sig geta borga miklu hærri vexti heldur en nokkrir aðrir í heiminum. Þannig að það var Íslendingar soga þessi fjármagn á mjög háa vöxtum. Herðu, en ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma hérna að hjálpa mér til þess að skilja margt sem að tengist verðbólgunni. Það sumuleyti nýr raunveruleiki sem að koma hérna, sumuleyti eitthvað sem við þekkjum frá gamlum tíma og sumuleyti við bara að fást við sömu hlutina aftur og aftur sem misskipting og skipting gæðanna. Róbert, Sigríður og Vilhjálmur, kæra þakkir, ég þakka hlustendur fyrir að hafa staldið hérna við og vonandi fræðst eitthvað verðbólgu og breytingar í efnahagsmálum. Ég hvet alla til þess að læka þennan þátt og læka síðu samstöðuna bæði á YouTube og Facebook. Þeir sem að vilja styrkja samstöðuna geta gengið í Alþýðufélagið, það gert með inn á samstöðun.is. En ég þakka kærlega fyrir í kvöld og sjáumst á sama tíma annað kvöld. Takk fyrir mig.